Þeir fundu í þeim falinn drottins vilja og fyrirheit sem margir þóttust skilja. Og sálin fór að reyna að varða veginn í von eitthvað betra hinum megin. Ferðbúin sálin fór úr hverju líki upp fjallið mikla, upp í himnaríki. Hlíðin brött og nóg klettaklungur, klaka og hríð, en syndabagginn þungur. Og eins og getur hent á bestu bæjum beinmarkin þar allstaðar á gæjum. Mörg lömuð sál lengi upp klettarið, en loksins ber hún þó á gullna hliðið. Þar skriftar hún, þar bettlar hún og biður. Þar bíður sumra eilíf dýrð og friður. En hinir mega sjálfum sér kenna og sökkva niður í logana og brenna. Þannig var íslensk þjóðtrú fyrri alda, þrotlaust stríð á milli tveggja valda. Hér verður grýttur götuslóði rakin og gömul kynslóð frá dauðum vakin. Svo þeir sem ungir eru megi skilja hið innra stríð sem liðnir tímar dylja. Því þar á trú vor ef að líkur lætur í leyndu djúpi sínar megin rætur. Aldirnar líða, kynslóðirnar hverfa, en hvað það sem börnin erfa? Til hneykslu stein, þó djarft sé myndin dregin og dánir láttu tala hinum megin. Síst vort mark að særa þá sem trúa, en samt skal djúpi mikla reynt að brúa. Við blásum lífi í sálma og sagnaspjöldin og sýnum yfir heiminn bak við tjöldin. Jón,
Jón minn! Ósköp getur maðurinn sofið. Já, hún var líka ósvikin. Síðasta inntakan sem hann fékk. Það til lítils ætla ég honum Jóni Vallhumalseyði eða blóðbergste. Það Guðs þakkarvert að geta linað þjáningar annarra. Grös hafa ýmsar aðskiljanlegar náttúrur. Sum eyða óheilnæmum vessum og eitursýrum líkamanns, önnur magna blóðsterkjuna og þar með orku taugana. Aftur eru til grös sem aðeins draga úr óhæfilegum vindspenningi inn í blana. Sum eiga sjóðast við hægan eld, önnur við logandi bál og oft skiptir það miklu máli að nota sér réttur eldsmatur. Eina jurtina má aðeins sjóða við hrís eða lyng, aðra við rauðaviðarsprek sem rak á land með stórstraumsfjöru, þriðju við sauðatað og velöldum lamgimbum. Svo að blanda seyðið, syndropan á hverju í eina og sömu eintökuna. Já, það betra að það sé guðhrædd og sannvönduð manneskja sem handleikur blessaða jurtirnar. Það eins og góðar bænir sé ekki alltént einlítar. Hugarfarinu þarf að haga eftir eðli og illkynjan sjúkdómsins. Grösin sem ég gaf honum Jóni þínum seyðið af áðan eru fátíð og vandfundin og vaxa aðeins það sem eldur í jörðu, nánd við heitar laugar og brennisteinshveri. Guðsjós náðugur. Ég með ykkur skal ykkur strífa. Geti nokkuð bjargað honum, þá það seinasta eintakan. Eða önnur eilítið sterkari. Æ, oft hefur verið stríðsamt að linda við hann. Þó finnst mér alltaf eitthvað fínt við hann Jón minn. Enda þótt hann hefði stundum mátt vera iðjusamari heima fyrir blessunni sorg. Sá sem latur og yfirlaus situr með 70 blóðklórar þeim átt undan bakinu. Já, því fór sem fór. Þetta var ekki heldur uppeld á barninu. Það mátti heita svo hann kæmi bæði föðurlaus og móðurlaus inn í þessa syndurspilltu veröld. Og þá var nú ekki sökum að spyrja með uppfræðsluna. Hann var barinn, það vantaði ekki. Og sveltur þar hon í kaupið. Var það þá nokkur furða þó drengurinn misti stjórn á höndunum á sér. Það veit Guð að lengi vel neitaði ég að matbúa það sem hann dró í búið og ég vissi að var illa og óheiðarlega fengið. Já, hún hefur ekki verið þetta einleikið. Það hafa fleiri sagt. Djöfulsins vélabrögði eru margvísleg. Ó, Jón minn veikur fyrir eins og fleiri. Já, hvað átti ég að gera? Auðvitað hylmdi ég yfir með honum. Ég var þó konu nefnanna sem hafði heitið honum eilífri tryggð frammi fyrir Guðs heilaga altar. Það þungur kross sem lagður á sumar manneskjur. Svo tíndust börnin í burt. 3 þeirra kallaði Guð til sín sömu vikuna og hinn 7 eru flogin út í veður og vind. Það furða hvað eftir af þér. Þér hefur ekki verið fisað saman í upphafi. Hvað ætli mætti þá segja hann Jón minn? Harðara hefur lífið leikið hann. Alltaf þessu hefur þó enginn fundið neitt bilbug á honum. Veit ég það þó hann hefur aldrei náð fullri heilsu eftir hann komst undir manna hendur. Þetta var farið óguðlega með hann. Og hvers annars að vænta? Hann var hættur og húðstrýttur eins og blessaður endurlausnarinn. En það var eins og hann forhertist við hverja plágu. Ef ég ætlaði að vandum við hann eða opnaði Guðs orðabók, þá sagði mér að þegja. Og stundum hrifsaði hann af mér bókina og þeytti hann út í horn. Það engu líkari en illir andar taki sér bústað í sumum mönnum. Þú hefur aldrei leitað til neins sem kunni eitthvað fyrir sér. Æ, nei, Vilborg mín, ég hef treyst drottni og hans orði og það ger ég enn. Ég óviss það hefði nokkuð sakað að lesa yfir honum svo sem eins og eina særingarþulu ef það hefði gert sá sem til kunni. Æ, heldurðu það, heillin? Guð hjálpi þér, Jón minn. Ég er ekki frá því að eitthvað óhreint sakja á honum.
Ætli það sé ekki þetta gamla sýslumaðurinn eða útsendarar hans. Þeir hafa komið hingað fyrr og alltaf í sömu erindunum. Þeir taka hann þó aldrei frá mér fárveik. Og ég vænti þess. Ef til vill leysir Guðan undan refsingu mannanna. Og ef hann ætti hvíld í vændum, þá ég róleg. En Guð líka strangur dómari. Það mín síðasta von að Jón iðrist synda sinna áður en hann skilur við í hvenær sem það verður. Já, ég ekki frá því að sjúkdómsfár og líkamspínslir geti stundum hreinsað horhestkjöstu, líkt á eldurinn soran úr gullinu. Nefnd ekki eldu það brennistein, Vilborg mín. Æ, þú ert ósköp þunghaldinn, Jón minn. Það leynir sér ekki, hann hefur fengið rétta eintök. Jæja. Það gott hann svitnar. Svitin ekki annað en eitraðir vessar úr blóðinu sem verða að fá útrásir vel á að fara. Það líka eins og hann sé einhverja vitund léttara þessa stundina. Finnst þið það ekki heillin? Ekki ég nú ánægð með andardráttinn hans. Og inntakan ekki sterk og heilnæm getur allt brugðist til beggja vona. Þetta gamall og farinn maður. Ég við öllu búin, Vilborg mín. Hér ekkert annað að gera en að bíða og sjá hverju framvindur. Síðasta messudag sáust tveir hrafnar fljúga í kross yfir kirkjunni. Það hefur aldrei þótt góðu sviti. Í norðurenda garðsins var opin gröf. Meðan á messu stóð rýndi í moldirnar. Úr þessu kemur mér ekkert á óvart. Og þetta lífsins gangur. Þú ert alltaf skynsum og þrautreind manneskja til að taka ekki öllum með stillingu sem að höndum ver. Okkur öllum áskapað að deyja. En eins og þú veist, stendur það við í Guðs heilaga orði að sá sem deyr í syndum sínum á þess að iðrast fari illa. Ég skil. Því miður hefur Jón minn verið alltaf andvaralaus og ekki búið sig undir dauðan eins og hæfir kristnum manni. Þess vegna má hann ekki sofa fram í andlátið. Hann má til að iðrast undir því að komin all hans sálarheit. Jóni minn! Syngdu þennan sálm með mér hérna, Vilborg mín. Hann má til að vakna ef mögulegt. Veitu? Já, henni. Þarft þú ekki að sjá textan líka? Ég kunni nú sálminn þann arna. Herrans sé eina huggun mín með sínu lagi. Herrans sé eina huggun mín og vísi mig þá ævin vín innan við himins seðaport hvar enginn líður leið mér skort og hjörðin syngur sátt við Guð sérdeilis hrein og forklárust. Hvaða væl þetta? Aftur mun verða á þeim klött sem óforbetraður deyr í sekt. Laug og staðeður læf í sól, líka svo þeim driði hór. Allir sem jarðnest girnast gista í logum helvítis. Andskotans öskur þetta? Guð fyrirgefið þér, við vorum að syngja sálm. Já, það ekki verri vantur með svefnfriðinn. Nú viltist ég kveljast sem mest.
Veilhott, geturðu verið við konu þína? Hún ætti að stjara upp meira undir þig. Þér væri nær að skammast þín fyrir meðferðina á henni heldur en að reyta í hana fúkildum. Svona Vilborg mín, hann getur ekkert að þessu gert. Þið eru báðar jafn vitlausar. Hann sefur ekki fast þessa stundina. Játaðu brotin fyrir Guði Jón minn og byrju blessaðan endurlausnarna miskuna þér. Það er hið eina og sanna hjálpræði. Hann þarf nýja eintöku. Brennivín. Þú veist það er ekki til. Æ. Hann er sár þjóð. Já, ég veit hvað hún líður. Það er ekki allt hendur kveinahæst sem kveljast mest. Bráðum fær hann eintökuna. Tjáur ekki að flustra því sem varðar lífi eða dauða manneskjunnar. Hitt, Gustafus, Nonnest, Æ, hvað Spiritus. er þetta að tauta við? Láttu mig um það. Æ, ég heldur ég ætti ekki að senda eftir prestinum svo þú gætir eins og Iðrand og Kristi Guðsbarn meðtekið síðustu smurningu. Brauð og vín. Tóbak, brennivín. Hvað heyrist þér? Hérna, Jón. Það er best og hvolfið þessu í þig. Hann er svo dauður hvort þið er. Hvolfið öllu í þig. Það svíkur ekki. Það hrindir frá sér. Helvítis land er þetta. Ég fer að halda að sjúkdómur hans sé ekki eðlileg. Ég sá það nú strax á því hvernig fyrsta inntakan verkaði á hann að kvillinn var meir en lítið ankannalegur. Finnur þú engan óvanalegan þefjarninni? Súrsmjörslykt. Ekki er það nú svo vel að þessi fylgjulykt. Það er brennisteinsfíl og ekkert annað. Guð hjálp honum Jóni mínum. Loftið er fullt af óhreinum öndum. Ó, djöflar. Hann er að kalla á þá. Ekki hann hefur óráð. Óráð. Hvers vegna hefur hann óráð? Þeir hafa sogið í sig lýsið og lampanum. Liggðu grafkýr og steinþeyru. Kotið er fullt af djöflum, láttu mig tala við þá. Með brennandi ljóssins kyngli slæ ég krossins blessaða tákn yfir þann sjúka mann. Í nafni heilarar þrenningar, í nafni höfuðengla himnaríkis, hins blessaða Mikaels, Gabriels og Rafaels, særi ég burtu eitur orma og nöðru kyn sem nagar lifur og lungu þess sjúka. Fylla blóðið eitruðum vessum og vilja og þar með forgerða hjartans og tarma, gallið, myrtið og öll innibli. Víkið fyrir krossins heilaga og almáttuga tákni inn fyrir landamæri ykkar sótuga húsbónda. Hver eftir ykkur bíður í eldregnu undir djúpanna með sinn glóandi þrífork búinn til að stinga honum í ykkar kolsvarta kviðarholt og tappa ykkur í sjóðandi brennisteinsveld helvítanna. Komi hinn sjúka hjálp af jörðu, sigur af sólu, stoð af stjörnum og styrkur af drottins englum. In nominis Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Í hans blessaða nafni, amen. Þú hefur krossað út í hurðina líka fyrir. Ætli það ekki. Ég veit hvað þeim kemur. Tölum ekki meir um það. Það fylgir þér blessuðu Karlsson. Er þér ekki einhverja vitund léttara núna? Það er þó allt sem hreinna í kringum þig. Finnst þér það ekki, Jón? Það leynir sér ekki að hverju stefnir. Já, þetta verður líklega síðasta handtækið hans hermegin. Á ég ekki að opna skjáinn? Nei, Guðsbænu gerðu það ekki. Slepp ekki höndunum af sálina í Jóns míns fyrir henni himnaríki. Þú ert orðin sturluð, manneskja. Þú er ekki að treysta því að heilagur Sankti Pétur opni fyrir honum ef hann kemur einn og Jón á engan að nema mig. Ég skil.
Já, trygglindið þitt ríður ekki við eintauming. Þú hefur spottað til að hnýta fyrir skjóðuna þegar þar kemur. Honum það víst ekki of gott, þó það sé spjaldofið og með fangamarkinu mín. Það þó ekki eingöngu rjúpnafíður í sænginn hans. Nei, svo ekki Vilborg mín. Þá ætti hann að geta skilið við þess vegna. Stakk hann ekki stundum sokkunum sínum undir koddan á kvöldin? Jú, oft kom það fyrir. Já, það grunaði mig. Settu sokkan undir höfðalagið, það sakar ekki. Þetta eru sparisokkarnir. Mér þykir standa óeðlilega lengi á andköfunum hjá honum. Settu saltaran lík undir höfðalagið. Það sakar ekki. Úr því við höfum ekki messuhökul við höndina eða nöfn hinna 7 sofenda skrifað á blað. Þetta ætti að nægja með Guðs hjálp. Saltarinn hefur sinn kraft. Við sjáum til. Ég held að ætla að hrífa. Hann er orðinn kaldur á útlimunum. Guð fyrirgefi handanum aður Jón minn. Nú sálin að losna úr þeim óguðlegu leysinsfjötrum. Komdu með skjóðuna. Þetta var það fyrsta. Í nafni Guðs föður. Þetta var annað. Guðs sonar hafði bandið til. Og þetta var það 3. og síðasta. Guðs heila sanda. Þá hans jarðneska stríði lokið. Guð gefi sálunum frið. Þegar dagur liðinn, hnígur dögg á viðinn. Ég vildi fórna sálu hjálp minn. Það gæti veitt honum hlutdeild í sælu Guðsbarn. Bæn mín og hugur skul bera hann þangað. Annarkvort í vök eða svefni. Ég treysti á náð þína, drottinn, að hún leiði mig og flytji til þíns heilaga fjalls og þíns bústaðar. Þú kemst ekkert áfram, manneskja. Heldur mig langi til að hýrast alla eilíðinni í þessari helvíti skjóðu. Þú verður nú að hafa ofur litla þolinmæði, Jón. Ég er nú ekki annað en gömul og slitinn manneskja, 10 barna móðir. Þér ættu ekki vera allsendis ókunnugt það. Eitthvað rangar mig við því. Svo nú geis og ég sjálfi laus og liðu að hafa sálun úr þér í eftirdragi. Það er lítið sem gangandi mann dregur ekki. Já, þér var næra flanleiki þetta ferðalag. Ég er alveg að kafna. Líka minn er forgengilegur en sálin lifir að eilífu, segir Guðs heilag orð. Það máttur vita áður en við lögðum af stað að það er bæði löng og erfið leið til himnaríkis. Svo sé, þá er ég viss að megnið af öllu sem skrifast stendur ekkert annað en haugalígi. Já, það gat skeð. Óguðlegt er að heyra til þín. Þú gleymir því víst að þú ert dauður og leið fram fyrir hinn mikla dómara. Æ, reyndu nú að milda ofurlítið hugarfarið, Jón minn.
Annars allt þetta erfiði unnið fyrir gíg. Ef þú telur eftir að trítla þetta með mig, þá vil ég ekki skítnýta hjálp þína. Heyrðu það? Alltaf verður líkur sjálfum þér. Það er bestu opnum skjóðuna svo ég geti farið með eigin ferða. Láttu mig nú ráð í þetta sinn. Og ef þú vilt flýta ferðinni, þá lestu þetta litla sem þú kannt af bænum og minnstu misgjörða þinna. Ef við hverja synd sem þú iðrast, léttist skjóðan. Þú getur þó gert þér í hugarlund þann mun að dvelja með englum og útvöldum í himnaríki eða vaða eld og eimiri upp í geirvörtur eins og þeir forhertu syndarar. Ég alveg að steindrepast úr þorsta. Já, hvað heldur þá seinna verði? Þetta ætti fyrir þér að liggja lend í logunum. Þú sérð engan læk eða lind? Nei, þú mátt til með að harka þér á meðan við erum á leiðinni. Lestu bænirnar þínar, þær eru lífsins svalandi vatn. Reyndu það, Jón minn. Ég á ekkert við það. Það er ekki til neins. Guð almáttugur í himnaríki heyrir þegar nógu heitt er beðið. Það er opp og trúlegt. Ætli það verði það ekki ráð að koma á stofu lítið hærra áður. Er þennan slissum á sért á réttri leið. Nú þegar hann vil. Láttu mig það. Þú varst alltaf bölvaður rat í þvokku. Þér var nær að sleppa mér út í skjáinn. Já, það hefði sjálfsagt verið tekið hlýlega á móti þér út í myrkrinu. Það vildi ég að sálinn úr mig væri komin í skrokkin aftur. Já, segðu það nú, Jón litli. Það getur nú gjörði fyrir inn á hinum efsta degi þegar dauðir upprísa. Við hefðum ekki farið að slá í hræið að mér þá. Ég er engin spor í rýminu. Og þú getur verið allsendis óhrættur. Ég er á réttri leið. Jæja. Öll svo ganga upp í mót. Yfir klett á hélað grjót stendur í blessuðu sálminum. Sá villist ekki sem fylgir Guðs heilaga orði. Guðsjós næstur. Hvað var þetta? Það er einhver að hrapa. Fordæmdir klifru, klettarið, en hveina og hrapa niður á mig. Þú haltu fast um skjóðuna, svo ég tæki mikið með sér í fallinu. Fór svo. Þið rót að treysta mér, Jón minn, en láttu nú ekkert á þér bæra. Nú er ég vanur því að tala að mér. Það ætti mig að spyrja þú til vegar, þó við séu fordæmdir. Þeir halda sér en hrapa þó, hrynja eins og múrar Jeríkó. Það er þá þú, Reksnið, sem komst honum Jónu mínu til að hnupla fyrsta kjöllærinu. Ég veist ekki betur en eitthvað smakkaðist vel á því. Það kom ekki tætl af því inn fyrir mínar varir og ekki heldur barnana, það get ég sagt þér. Og var þó þröngt í búi. Ég vissi hvernig það var fengið. Þér hefur verið næra varan við hættunni heldur er hrind honum út í ófæruna. Ekki kendi ég honum að stela. Náttúran er náminu ríkari. Eftir fyrsta óhappaverki væri svo allar fínustu taugarnar hefðu brostið í honum, Jóni mínum. Fínustu taugarnar? Ég held að menn hafi lítið við slíka hlut að gera á jörðinni, enda reyna flestir að bjarga sér og sínum eins og best gengur. Er betra að drepast úr sult og volæði? Allir dugandi menn eru þjófar. Þeir stela frá öðrum atvinnu, peningum, matbjörg, mannorði, sauðum, hestum og konum. Og konum. Hárrétt, lagsmaður. Er Jón hér? Ekki er hann sjáanlegur. Nei. Margir mér verri losna af allar refsingar í lifanda lífi og smjú eftir dauðan inn í himnaríki. Mér er nær að halda að það ríki sama helvítis óréttlætið á jörðinni. Þeim er úti sem eru minnumáttar, hinum tekið 2 höndum. Það er einhver líkar að þú hefur lesið fræðin þínu ef þú aftan frá, eins og fjandinn biblíuna. Ég aldrei var þá svo bölvað í minnisveita menn þyrfti við fjöll og fyrnindi til að fá gistingu. Það er nú eins og eitthvað ofurlítið annað að ætla að hýsa mann í eina nótt. Eða aldir alda, amen. Nei, ræfillinn þinn. Þú hefur sjálfur unnið til þess að þið væri vísað burt, því miður. Það er því. Það ert ekki að vera yppast við mig út af þessu. Ekki ræð ég því hvað þið verður. Það hefur sjálfur ákveðið í lifanda lífi með þinn eigin breytni. Þú mast einskis guðsorð og góðra manna ráð. Og sveiði öllu saman. Og óskup er að sjá þig. Þjófa lykill á kinninni og bæði eyrun blóðmörkuð. Þau höggvið sundur og ekki að grjótinu? Stendur heima, stíft og gaggbitað.
Það var markið á fyrstu kindinni sem hann Jón minn tók. Hvað heldur þú að ég og börnin hafi mátt þola fyrir það sem þú hvíslaðir í eyru Jóns þegar þú varst að réttlæta fyrir honum rán og gripdeildir? Þrátt fyrir það skildi ég bíða Guð að hjálpa þér og ég held að væri til nokkur skapaðshlutar. Þú vorkenndi hvorki mér né Jóni þegar þú varst að kakið okkur. Bölvaður blöðurinn. Mér svíður alls staðar. Þér hefnist fyrir handverk þitt á jörðinni. Sjáðu mér hendurnar. Svo fer öllum sem haldum böðulsvandinn. Ég festi þær í klettaskor og gæti ekki losað nema að slíta 3 fingur á hvorri hendi. Var þetta Jón? Hann nýtur þess að ég næ ekki til hans. Ætli það hafi ekki verið bergmál af þínum eigin kuldahlátri. Fannst þér ekki nóg komið? 30-40 vandarhögg á Bertholdið fyrir ekki meiri yfir sjón. Það var skipun sýslumannsins. Þér bað þig að ásæla stöðuna nema þín eigin forherðing. Og stendur ekki að draga af höggunum. Það hefur þó getað á þess að missa embættið. Það var ekki meðferð á honum Jóni mínum. Honum var það fjandasmátulegt. Þú lýgur því. Hvað var þetta? Andi sem vitnar gegn þér. Svona, slepptu mér, Bölvaður! Æ, þið eru brjóstum kennalegir aumingjar, en ykkur er ekki viðbjargandi. Góða ferð. Góða heimkomu. Skömm er að heyra til þín. Svo þér skín eitthvað gott af því þó þessi garmar fari illa. Ef þú átt að komast inn í himnaríki, verður að fyrirgefa öllum og biðja fyrir þeim öllu hjarta. Þessum óþokkum. Ég ætti nú gennað eftir. Allsendis óvíst að þeir séu því agnar ögn sek. Já, það er eins og fyrir daginn. Þú afsakar mig í öðru orðinu og svo hundskammarðu mig í hinu. Það segir alveg satt, Jón minn. Hefur víst lítið upp á sig þó reynt sig að bera í bæti fláka fyrir þig. Það sannast á sínum tíma. Mikið er böl, mannanna. Ég er alltaf á hausnum. Alltaf á hausnum. Æ, er það furða? Þetta var nú ekki smáræði sem hún lést ofan í því að brennivíni. Ég er bæði sjónlaus og vittlaus. Og þó finnst mér ég kannast við röddina. Það stóð ekki í þér þegar þú varst að koma nú Jóni mínum upp á bragðið. Þið drukkuðu ykkur báðið til dómsáfellis. Ekki var það ég sem barði þig og dróð þig á hárinu. Og haltu kjafti. Það skal nú ekki fást um það. Þín byrð er nógu þungsamt. Djöfull er að eiga ekki brennivín. Segjum tveir. Það er farin að heyra ofheyrnir. Það kann að vera ykkur ofurlítil samviskuglórettir í þér. Þorsteinn er alveg að steindrepa mig. Mig líka. Ó, auminginn. Vildu þeir ekki opna fyrir þér gullna hliðið? Ég var satt að segja ekkert að dekstrað á. Mér var aldrei svo list lagin að flatmaga fyrir höfðingjunum. Engum er alls varnar. Mér er rétt sama í hvorri víkin ég ræ, bara ég hafi nóg brennivín. Hverju bar heilagur Sátti Pétur við? Hann var eitthvað að þvaðra vit og skynsemi og kristilega hegðun Guðsbarna. Það má vel vera að hann hafi verið hræddur það karlsauðurinn að ég myndi reyta skeggið á postulunum eða fífla eitthvað englaviðrinni. En orðbragð. Það er þá helst hættan á því að blessaði litlu englakropparnir séu svoleiðis. Bíddu eftir mér! Ég er að koma! Þú kannast við röddina. Þá er ég illa svikin ef að Jón minn hefði ekki þekkt hana. Þetta er konan hans þarna... Hvernig á ég að muna það, roktimbraður? Hvar er Jón? Ég heyrði hláturinn í honum. Hann bergmálar ennþá í eyrum þér. Sú var tíðin að þið kitlaði þið víðar inn í hlustirnar. Naumast er það. Já, það er von að þú hlægir að þinn eigin synd. Vistu að þetta hláturinn hans Jóns míns? Þú er aldrei átt neitt í honum skepnaninn. Hitt vit allir að þú hlífðist ekki við að svíkja þinn ektamaki í tryggðum og leggja snörur fyrir Jón. Enda þótt að væri minn fyrir Guðs og manna augliti og faðir barnanna minna. Hann var líka faðir tveggja minna barna. Hvað var þetta? Ofheyrnir, bergmál, ekkert annað. Þetta dirfist að segja upp í opið geðið á mér. Þið gerir þér fremd að því að börnin þín séu horgetinn. Og
Hvers vegna léstu ekki Jón gangast við þig? Nú vegna þín og lagana. En þeir vissu allt upp yfir gullna hliðið. Var það þess vegna sem þið var neitað inngöngu? Ég var kölluð Frilla, hórkona, hinn bersinduga og svo skelltu þeir aftur hliðinu. Þú mátt sjálfri þér umkenna. Þetta var ekki líferni heldur eitthvað annað. Mér fannst það forboðna best. Mestu syndinni fylgir mestur unaður. Og mestar kvalir. Ég held að það verið eitthvað eitur í kroppnum á þér, auminginn. Við erum öll breysk en stillum okkur misjafnlega vel. Þú gafst öllu lausan tauminn. Já, ég syndgaði. Og gast ekki iðrast fyrir andlátið. Nei, ég gat ekki iðrast. Jón minn hefði aldrei látið ginnast. Vilja þrekans hefði ekki verið lamað af brennivín og allskyns armæðu. Vínið gerir alla að dýrum. Jón var yndislegur maður. Yndislegt dýr. Já, víst gat hann verið yndislegur heillinn. En þú gerði nú samt ekki rétt í því að freista hans. Ég gat ekki annað. Jú, gast ekki annað, ég trúi því vel. Að Jón minn gat líka verið alveg ómótstæðileg. Ó, ég elska. Æ, að þeir skildu nú ekki opna fyrir þér hliðið. Ég elska syndina. Komdu. Þó algóður og almáttugur Guð get ekki fyrirgefið ykkur, þá geri ég það samt. Og ég líka. Þeir vita allt í himnaríki, enda leynir það sér ekki á svip barnanna hver faðir þeir er. Ég á ekkert í þeim, ekki einn blóðdropa. Ætlar nú að segja sjálfan, himnaföðurinn ljúga, mikil óskapleg skepna getur að geta. Og það er víst óþarfi fyrir okkur að halda lengra. Ertu alveg að missa kjarkinn? Ekki væri það fyrir það. Bíddu við og þegiðu nú eins og still. Hvað ert þú að tauta, kerling? Hver ert þú? Við höfum nú ekki verið nema einn mannsaldur í sömu sveitinni, svo það er varla von þú þekkir mig. Þú kannast þú líklega við hann Jón minn. Já, nú kannast ég við. Á hvaða leið ert þú? Ég er á leið upp að hinu gullna hliði. Já, þú getur nú alveg sparað þér það, ómak. Ég treyst á náð himnaföðurins. Það stendur skrifað að hjá honum eigi þeir athvarf og skjól sem fátækastir voru á jörðinni. Það er þá þriflegur líður innan við hliðið. Flækingar, sveitarómakar, þjóar og aðrar vomutu skepnur og glæpahyski. Nú fer ég að skilja hvers vegna mér var ofaukið. Gast ekkert blíðkað þá sem gættu hliðsins. Ég rétti þeim lúkuna fulla af silfurpenningum. Og hvað gerðu þeir þá? Hvað gerðu þeir? Þeir hræktu í lófanam. Já, mér datt að réttsíson í hugað og hefði reynt að múta þjónum himnaföðurins. En þeir eru víst lítið fyrir þess konar að sagtir. Ég væntir hafi þó ekki þekkt eitthvað silfurpenninginas Júdasar í lófa þínum. Því heldurðu það? Þangað safnast auðurinn sem féð er fyrir. Dirfist þú kerlingar ræksna að vera með dylgjur við höfðingja? Það sem þér gjörðu hinum að mínum minnstu bræðrum, það gjörðu þér mér. Manst hver sagði þessi orð. Ef til vill manstu það líka, þegar ríkasti höfðinginn í héraðinu ákærði snauðasta kotbóndan fyrir að hafa gripið frá honum 3 sauði. Það var skylda mín. Sauðaþjófar eru réttlausir. Og hvað varst þú sjálfur? Myrvill, illmenni, fantur. Hvað var þetta? Það er hér sem steinarnir tala. Það er ekki mitt að dæma hvor ykkar Jóns var meiri þjófur. En að hvaða gagni kemur þér nú allt þitt fé? Hvað kemur þér það við? Nú er svo komið að þú, stórhöfðinginn, ert aumkunarverðar en ég. Ég skildi hjálpa þér ef ég gæti. Þó þætti þér líklega skömm að því að þykja hjálp mína. Hjálp þína?
Það sýslumaður. Komið þér sælir, sýslumaður. Sælir, vildu þér tala við mig? Þér áttuð ógreiddan skatt, einhvern lítilræði ef ég man rétt. Við getum talað það seinna. Ég held að yður hljóti að mismuna það, herra sýslumaður. Við getum talað það seinna. Já, var það annars nokkuð. Kæra, landamerkjamál, þjófnaðamál. Hér verðið að afsaka sýslumaður. Já, verið þið sælir. Og hvað verður þér að flækjast hér? Þessi staður í þínu lögsagnarumdæmi? Þú var sýslumanninn Kotakellingin. Ó já, ég hef aldrei kunnað neina hirðsiði. Og fyrst ég þú að Guð almáttugan þá ætti sýslumanninum ekki vera vandara. Hvaða kona er þetta? Það er kettlingin hans Jóns. Jónssonar. Ég hef alls ekki sent henni neina stefnu að mæta hér. Og hvað vildu þér? Þið getið snúið yfir til hefstjórnarinnar. Þú heldur víst að valdið ná út við gröf og dauða. Og hvað meinið þér? Fyrirgefið þér sýslumaður, en... Báðir steindauðir. Sjá en. Já en... Alveg rétt, sýslumaður. Það er ekki allstaðar að halda uppi lögum og rétti. Já, það mætti ætla. Slíkum manni væri ekki ofaukið í himnaríki. Já. En það eru víst önnur lög sem þar gilda. Þau lög sem ekki eru signuruð og staðfest af hans hátign konunginum engin lög og ekkert réttlæti. Skiljið þér það? Nú þér viti hver ég er. Nú ættu nú að mega sjá minna. Fyrst hefur sæmand að úthýsa konunglegum embættismanni og dómara sem verið hefur full 30 ár í þjónustu hins opinbera. Hvaða réttlæti er það? Það er guðsdómur. Það er 20 sök samkvæmt lögum Kristjáns V. Ég er alveg á sama máli, sýslumaður. Mikið var. Samt hafið nú hlotið að sjá þú varst í gullsaumuðum fötum og með gullnappa. Og haldið þér að þeir séu allir steinblindir? Það má annars vel vera. Þá hefðu þeir eflaust opnað fyrir þér. En þeir hafa séð eitthvað gegnum embættisgrúðan sem ekki var að þeirra skapi. Eða hvernig var dómurinn sem þú felldir yfir honum Jóni mínum? Var sá dómur ekki uppkveðinn samkvæmt réttum paragraf eftir gildandi lögum? Og ætlið þér að fara að kenna mér jus og justitia? Vitið þér hvað af því getur hlotist að móðga konunglegan dómara? Yfirvaldspersónu? Nú hræðist ég hvorugan eitthvað lengur. Ég stefniður fyrir ósvífni við réttarins þjón. Þér eru vitni, slíka persónu ber arrestera. Og þú ert ekki lengur konunglegur embættismaður, heldur glötuð sál sem hrapar í björgunum miklu, einmana á fyrirlitinu. Vitið þér við hvert þér eru að tala? Má ég ekki fylgjiður, sýslumaður? Þér það, komið þá strax, ég er önnum kafinn. Það er alveg áræðanlegt, sýslumaður. Ég var alveg skuldlaus þegar ég dó. Það fjölgar ég þín gamla í dag. En hvar er nú blóð lambsins og öll friðþægingarkenningin? Sumum er ekki viðbjargandi og þú ert hlið þeirra. Svo svört getur sálin verið að ekki sé hægt að þú hana hreina geinusin í blóði lambsins. Þér væri skammar nær að gráta yfir eymd þinn og mannan heldur hlæja djöflinu til dag. Hvað er nú? Stefnudráttur í stríð og böl. Stöðvaðu heimsins mikla böl, sál mín hjart og allt hvað er ákalla þig og lúta þér. Bægðu djöflinum burt frá mér. Ég heyri hvað þú ert að mala og mjálma en með þó að litlu gamla sálma og til er annar og meiri maktur en miklað guðsorð og fíflaháttur. Og enn sem fyrr hef ég þörf á þjóni og þess vegna gerði ég mann úr Jóni. Ég sá það á innri og ytri táknum að efnið var býsna gott í stráknum og merkti mér hann á unga aldri með örbirgð, hatri og svarta galdri. Fyrst greip hann sér mola af gestaborðum, svo gengd hann loksins þjófsins orðum því samviskan fór að rýrna og rotna en ræfilseðluð að vaksa og rotna. Mannorðans var það sverta og svíða og svolítið til böðulinn þrælinn hýða. Ég blés í anda hans brennivínsþorsta, ég blés í holdið físn og losta. Úr garminum tókst mér allt gott að flæma, svo Guðs ríki mun honum varla sæma. Það er drottins að dæma.
Hver syngdi þig, Jón? Það var konukindin, krossinn svíkur en ekki syndin. Þótt sál þín sé lítil munar minna, en mitt að berjast og sigur vinna. Þú lausnir bæði í lífi og dauða og laun þín færðu við eldin rauða. Nú bjargar þér ekkert bænagjálfur, né boðorðarstagl. Þetta djöfullinn sjálfur. Þegiðu, Jón. Það best ykkur báðum að breyta í engu gegn mínum ráðum en koma til mín. Ekki klifra og gapa í klettunum þar sem allir hrapa. Það veist þú, Jón, að þín skitna skjóða skammgóður vermið heimskra þjóða og vel hef ég sjálf þína sviðið til að sjá að þér gullna hliðið. Hvað megnar drottinn gegn mínu vígi? Ég máttugur en hann. Það helvítis lygi. Víst á ég meir en heiminn hálfan, ég á hyldýpið myrkrið og eldinn sjálfan, svo undan bröð koma engum að haldi. Gegn uppreisn beiti ég slægð og valdi. Ef níðingsálmi neitar að gista, skal nýja feiknstafi henni rista. Ég myrkva loftið í mínu veldi, ég magna skýin, læt rigna eldi. Ég öskra í þrumunni, herra og herra, og hamraða mil ég duftinu smærra, og þá skal ræðingin leysa storka, sem ljósin fusta, hórir að storka. Hver hersveit skal rofin, heglum þrotin, himinin klofin og sundur brotin, byltast niður í botnlaust víki. Ó, bjarga oss, Guð í himnaríki. Þið haldið að mér úr greipum gangi ein glötuð smásál, einn skjóðangi. Vertu nú bænheitur, Jón minn. Opnað þá skjóðuna svo ég sjáu framan í hann. Bölvað ekki, Sissi Rexni getur verið. Ég sleppi þér aldrei í klædnar á honum. Við sjást næst. Nú, hvað nú? Mikael höfðingill. Lofið drottinn allsherjar, skapara himins og jarðar, herra lífs og dauða. Þó að byrðar yðar séu þungar, þá klífið klettana upp að hinnu gullna hliði. Gangið ótrauðir þér vegfarendur. Ég mun varðveita yður gegn árásum óvinarins, uns dómurinn uppkveðinn. Því að ég sendiboði himnanna, þar sem ljósið kviknar, þar sem réttlætið ræður og friðurinn ríkir að eilífu. Amen. Heldur fannst mér nú þetta bragðlaust hjá honum. Að þú skuli geta sagt þetta, Jón minn, vörð okkar og verndara. Þann blessaða ljósins sendiboða. Ég hef þekkt á of lengi ljósins þræla til að ljá því eira slíkir væla. Karnin í þeirra kvæða mjálmi kraftlustu bergmál af gömlum sálmi. Þá kýs ég mér heldur búkablístran, brennandi kvein og tannagnistran og heldur líkja steinum og stokkum en stjörnuvitlausum spólurokkum. Engan vissi ég engla bjálfan, jafn innan tóman og Mikael sjálfan, lega á það himins og höfuð gelding. Minn hlátur þruma, glottið elding. Nú líkar mér lífið. Ertu nú að missa þessa vitglóru sem Guð gaf þér? Barðu kosma mér að heyra til þín. Ef eldingin lýstur mig, hvar ertu þá staddur? Heyrðu ekki kveinið neðan út djúpunum? Það hefur þó aldrei sagt að himnaför Jóns Jónssonar gengi þegjandi og hljóðalaust. Þið vitið það áður en langtum líður, hver lögum ræður, hvað ykkar býður, þá megið þið láta í minni pokan. Þar mjálmaði helvísk búðalokan. Ætlar það setjast þér alveg að eða hvað? Jæja þá, í herrans nafni. Þó að þið komist upp klettariðið kraftur minn líka við gullna hliðið. Ég næ oft ljómandi laglegum sálum sem liggja á sannleikans metaskálum. Látum þá kryfja seka til sagna, þá sést hvaða láni Jón á að fagna. Áfram kerling, við sjáum hvað setur, það sannast bráðum hvorm á sinn betur, hann sem að ríkir í djöflana díki, eða drottinn ljóssins í himnaríki.
Ræki. Það gáll á honum núna. Það sakar aldrei að ég lesi gömlu ferðabænina sem hún amma mín sáluga kendi mér. Blessuð sé hennar minning. Ertu þá fljótarið þín út úr þér? Beini mér í sín blessuð spor, Baltasar, Jaspar og Melkíor, Abraham, Jakob og Ísak minn, alla ég mér að baki finn, heilugum andi og hug minn fel, höfuð englinu Míkael, lausnarinn blíði sér brjóst mitt við, blessuð María á vinstri hlið, Pétur og Páll á miðri mér, má þá gild einu hvar ég fer, ágæta reisu eg mun fá aftur bæ minn og fér að sjá, amen. Amen og halleluja og áfram þá. Ég veiði þá seinna sem villast héðan og vísa þeim leiðina. Sæll á meðan. Herra Guð, himneski faðir, en sú dýrð, já, það má nú segja, Jón minn, hér þó búsældarleg. Já. Veist ekki að við erum komin inn í landareign himnaföðurins til himnaríkis. Já, erum við það. Það má nú sjá minna, laufgræn skógartrél beggja handa og grænir vellir framundan, ég veit ekki hvað mörg 100 hestaland. Og í fjarska bjarmar fyrir þeirri himnesku Jerúsalem og hinu gullna hlíði. Já, svo. Það eins og þér finnist ekkert til þetta. Óskaplega dauðýbli getur Og ekki svo sem að ég sjá henni. Nei, aumingi, ég veit það. En þú hlýtur þó að finna að hér blæja, logn og sólskin, en ekki stormsveljandi og éljagangur eins og í fjallshlíðinni. Hann skota ögnina, ég finn nokkra breytingu. Já, þú óttast ekki sálarhillina. Ég hef aldrei óttast neitt. Nei, það gat skeð. Þú voru alltaf hortugur eftir því sem nærdregu hliðinu. Opnaðu skjóðuna. Nei, það þori ég ekki. Ef til vill óvinurinn hér í nánd. Þér hefur heldur ekki leiðst að tönnlast á nafnin hans. Æ, ég verð að laga mig of lítið til áður við förum að mæta fólkinu. Áttu vona því allar hersveitir himnanna koma á móti þér. Hver veit nú að blessaði Mikael höfuðengill hafi sagt frá því ég væri á leiðinni. Og þó ég væri lítil á jörðinni og sé ennþá minni hér upp í himnaríki, þá ekki víst að allir hafi gleymt mér. Ég ætla að strúka framan úr með mesta svitan úr lindinni þeirra þarna. Æ, stiktu skjóðunni niður í lindina meðan til að kæla mig svo lítið. Þér ósköp heitt? Nei, hvað heldur þú? Jæja, þannig þér nú rórra? Þetta var gott. Þarna finnur nú forsmekkina himnaríki, Jón minn. Lestu nú bænirnar þínar. Ég les það mig sjálfur mér í ljóði, það að gera sama gagn. Gerðu það þá, ljúfurinn. Nei, ég sé sjálfa mig í lindinni þeirra þarna eins og í fínasta spegli. Það gefur líka sjónin til að sjá smettið af þér. Eru þetta bænirnar þínar? Ertu þó ekki að tröfla mig? Mér finnst ég hafa yngstu mörg ár við að þvo mig úr þessum himneska gvendarbrunni. Það ótrúlegt. Þú ert ekki orðin jómfrú aftur. Það einhver á ferli í skóginum. Ef þeir skildu koma hingað þá myndum að segja ekkert einast orða fyrir að bragði. Já, það verður víst nógu gáfulegt sem út úr sjálfræðir kemur. Ekkert þér gaman. Vér heilsum þér í nafni hinnar eilífu þrenningar. Guð veri með ykkur. Hún þekkir okkur ekki. Það engin von að þú formerkir það af ásjón vorri hver við erum, því langt síðan við vorum fyrir herrans náð burt kölluð úr hinnum mikla eymdardal, hvar menn ganga bölvuninni íklæddir eins og hverju öðru hafnarfati, og tennur syndarinnar eru sem leóns tennur og bíta til dauðs. Ég þinn gamli sálusorgari og guðstjenari, en þetta eru þínir jarðnesku foreldrar. Vertu hjartanlega velkomin, barnið mitt. Drottin blessi hingað komu þína. Ég þekkti ykkur strax, en
Þið eru orðin svo hvít og fín. Æ, hvað getið þið sagt mér drengina mína? Þeim voru strax gefnir vængir, eins og allum sem deyja í barnæsku. Og nú svífa þeir syngjandi lofti með hinum englabörnunum. Þú þarft engar áhyggjur að hafa þeim, dóttir mín. Blessaði litlu ángarnir. Skelfing langar mig til að sjá þá. En ég verðskulda nú víst ekki þá náð. Eins og þú sérð, þá höfum mér afklædd verið vorum jarðnesku syndaflíkum og þannig, berandi pálmaviðargrein, syngjum mér og dönsum kringum lampsins stól í alskínandi dýrðarkór. Þar engin skortur, eður reiði, eður mótlæting, eymtinni eðrunartár, heldur alsnægtir og heilbrigði, rósamleg hugsun og fagnandi alsæla. Þar mettumst vér á Herrans elsku og náð. Það alveg eins og stendur í hugvekjusálminu sem þið gáfu mér. Við trúðum Guðs orði og breyttum samkvæmt því. Það hefur alltaf verið vilji okkar og bæn að þú gerðir slíkt hið sama. En svo dóttir okkar hafi ekki gert það. Hefur hún ekki sýnt trúna, traust og kristilega þolinmæði í orð og verki. Hlýðni við foreldra sína er ein af æðstu skyldum Guðs barna. Þeirri skyldu brást þú, dóttir mín, þegar þú gekkst að eiga Jón, sem með sínu óguðlega líferni smánaði drottins orð, sjálfa þig, foreldra þína og alla ættmenn. Þú hefðir sæmt þér betur á neðri byggð, innilagsmaður. Við erum frelsuð. Okkur getur ekkert illt grandað. Ég deil ekki við þig, faðir minn, en ég hélt að þú og allir þeir sem í himnunum búa myndu geta fyrirgefið honum Jóni mínum yfirsjónir hans. Eða stendur ekki skrifað, elskið óvini yðar og blessið þá sem yður bölva. Hvað sem hans býður, þá óskum við þess af hjarta að þú þurfir ekki að gjalda fyrir brotið þitt. Enda munt þú hafa iðrast þess beisklega. Nei, faðir minn. Hjálpið, blessa barn. Nei, ég elskaði hann Jón minn. Og þeim sem elska heitt verður mikið fyrirgefið, stendur í Guðsorði. Síðustu stundirnar áður en manneskjan ber að því mikla portliði er henni þénugast einni að dvelja og ráðfæra sig við sinn Guð og sína samvisku. Því munum við ofurlítið lengra inn í skóginn spássera en aftur snarlega tilbaka venda. Guð sé oss öllum náðugur. Amen. Amen. Ég skal biðja heilaga Guðsmóður að miskunna þér. Biðjiði heldur fyrir honum Jóni mínum. Jó, svei, þau held ég biðji. Það þér líkt að niðurlægja þig fyrir þessum sálmabókarsálum. Þessar líka tokkaþrenningu. Forsmán að heyra til því. Hefur þið eitthvað sómatilfinning eða? Þú kipti mig strax upp á þessum eiturbytti. Ætlaði að drepa mig. Lofið þann einn sem voldur. Af honum ég sendur til að varðveita yður þér vegfarendur. Leggið ekki trúnað á orð þeirra sem fylltust ofur drömbi af sinni vellíðan. Gef mér byrði yðar og ég mun bera hana heim að hinum gullna þýði. Ég sendiboði máttarinn. Vík frá mér, Satan. Það naumast þú vandar honum kveðjurnar. Það hæfir skelkafti, þó hann sé í engilslíki, láttu mig þekkja hann. Hvað ertu líka dedu og hér? Ertu ekki búin að snurfusa þig nóg? Nei, það sem mér sýnist. Er þetta þú, blessunin? Komdu blessuð og sæl. Vertu velkomin. Komdu margblessuð og þakka þér hjartanlega fyrir allt gamalt og gott. Þakka þér miklu meira. Mikið gaman að sjá þig aftur. Hvað ætli ég mætti þá segja? Komdu blessaður og sæl. Komdu sæl og velkomin. Þú þekkir mig þó ég sé komin úr tóttarfötunum. Já, ætli ég kannist ekki við svipinn. Þú ert alltaf jafn ung og falleg. Og það finn ég hjartalagið er óbreytt. En hvað kjóllinn er fallegur og fer vel. Svona vefaði nú hérna í himnaríki. Já, það er ég viss að sjálf kaupmannsfrúin hefur aldrei átt svona fínan kjól. Og þá ekki blessu maddamanni. Já, þetta er líklega nokkuð haldgott þó þennt sé. Og þolir þvott?
Nokkurt skjól í þessu hillinu. Hér væri hægt að ganga alls nakin allt árið kring. Nú ert að gera gannið þínu. Þeir ekki óttalega strangir hérna með allt siðferð og svoleiðis? Blessu spyrðu mikið af því. Hér eru allir heilagir. Allt of heilagir. Þeir voru minnst kosti fjörugri piltarnir heim í sveitin okkar. Já, ég held þeim væri ekki á gott að lyfta sér upp stöku sinnum. Sumir hneykslast á öllu. En margt af því sem menn kalla synd ekki annað en leikur, saklaus leikur. Já, það hef ég líka alltaf sagt. Æ, voru nú skepnuhöld ekki fremur góð hjá mönnum þegar þú fórst að heiman? Já, það gat skeðan kæmi því að hann vill aldrei manna að tala búskap. Ó, þakka þér fyrir, ég vænti þau hafi nú verið svona sæmileg. Hann settist snemma að í haust. Raunar var snjólítið en hörkur svo heita mátti jarðlaust fyrir sauðfé. Mistu menn nokkuð úr pestinni? Æ, hún var að stinga sér niður á bæ og bæ. Ó, það eru vandræði. Já. Hvernig leið nú Jóni þínum þegar þú fórst? Dolvanlega. Heyrðu þið nokkuð? Já. Ég ekki frá því. Þið voruð bestu og trúverðugustu vinir okkar Jóns með þið dvöldu á jörðinni. Ykkur að segja þá hef ég ofurlítið meðferðis. Ó, já. Ég finn nú að verða forvitin. Þið sjáu skjóðuna á Arna. Já. Hvað haldið það síginni? Það er ég. Hvernig ósköpunum? Heilsaðu fólkinu, Jón minn, og kannast við að nafna þinn sem var okkur alltaf svo hjálpsamur og góður. Sællnafni. Já, það er röddin hans. Heilsaðu konunni líka og viskur hún er. Sælvertu. Á ég að trúa því að þetta sér þú, Jón? Ó já, víst er það ég, því miður. Það er sálin úr honum, blessuð. Já, nú er ég öldungis forviða. Komdu sæll nafni minn. Ég held þú orðinn svo hófmóðugur af himnaríkisvistinni að þú ætlar ekki að heilsa mér balmustefna þín. Heyrist ykkur hann ekki líkur sjálfur sér ennþá? Ég alltaf verða hressand að heyra Jón tala blessa móðumálið. Hvernig fórst að koma manninum í þessa skjóðu? Hún brá henni fyrir vitina mér á dauðastundinni og svo hrækti ég sálarrestinu niður í skjóðuna. Hvernig gat þér dottið þetta í hug? Æ, spyrðu mikið. Ég held ég myndi fara til helvítis eins og hverjana stórsyndari. Já, en þú ert engin stórsyndari, Jón. Ná, heyrðu nú, kjelling. Víst ertu syndum þjökuð sál. Það er haugalígi. Opnaði skjóðana undir eins og hleypti mér út úr þessu helvíti. Ég er engin stórsyndari. Svona, hafðu nú ofurlitla þolinmæði, góði minn. Það fer nú að styttast. Ég er engin stórsyndari. Já, það er nú sama. Ég slepp ekki af þér höndunum fyrir við hlýðið. Já, ég hef alltaf vitað það nafni. Að þú áttir góða konu. Mossvei. Já, svona máttu ekki tala nafni minn. Ó, ég ætti að vera orðin vön þessum gælorðum hans. Svo ég segi nú rétt eins og þá hef ég aldrei verið þræll trúaður af þessa eilífu salmabókarsælu. Já, þú segðir annað að þú sæir það sem við sjáum. Já, þú heldur það. Hér er ótakmarkað landrými og kafgras. Já, þið hegið það líklega eitthvað. Hei, hér er aldrei borin ljár í jörð. Hvað ertu að segja, maður? Hegið ekkert? Nú, allir svona blóðlatir. Eða hafið enga skepnur? Hér ganga allar skepnur sjálfala. Allan ársins hring. Nei, nú ertu að ljúga nafni. Hann segir alveg satt, Jón minn. Fyrst í stað geta menn jafnvel orðið leiðir á allri þessari himnaríkisblíðu. Aldrei stormur. Alltaf rjóma logna heita má. Já, og alltaf verða nú svaland að koma frá hlóðunum út í kulli. Það liggur við að mér líði stundum ofvel. Langi afturni á jörðinni í allt baslið og erfiði. Ó, blessunni. Mest saknaði þið samt að sjá aldrei snjó. Gleymi aldrei hvað fjöllin voru falleg þegar hvítir tindar glóðu í sólskinu. Oft hef ég óskað þess að vera komin út í íslenska stórsíð. Já, ég get vel trú hún geti verið þreytandi þessi eilífa lognmolla. Þetta sífellda guðsbarna veður. Ég tala nú ekki myrkrið. Hvað það var skemmtilegt. Og kom sér oft vel. En hér er sólskinn allan ársins hring. Glóbjartur eilífur dagur. Það er bara það sem ég trúi þó að þú segir það. Heyrðu nafni. Já. Áttu marga sauði? Nú get ég ekki svarað þér. Hann á allar skepnur í himnaríki. Og ég líka. Og bráðum á þú þar allar, hverja einustu. Nú hætti ég að skilja. Á himnum er engin fátækur og engin ríkur. Hér eiga allir allt. Nú ertu að gera gannið þínu. Lærðu að því, Jón minn. Þið haldið víst að ég trúi öllu sem í mig er logið.
og eiga þá allir sömu hundaþúfuna. Á ekki hver bóndi sitt heimili. Það er ekki allir sem kæra sig það. Nú, og giftist fólk þá ekki hér á Efribyggðinni? Nei, hér giftist enginn. Það líkar mér vel. Hvað segir kvenfólkið þau boðorð? Menn geta þó gengið í skrokk á þeim svona alveg serimóníulaust. Þú heldur að fjörgast, Jón minn? Það líklega ekki alveg eins bandvittlust fyrirkomulag hér á ýmsu og ég hélt. Fáum við Jón þá ekki vera saman ef okkur skildi báðum auðnast að fá einhvern? Jú, blessu verðt ef þið óskiði sjálf. Skildi maður nú ekki fá sér einhver yngri og rennilegri en þig, Rói mitt. Þú verður víst feginn að fá nöldrið þitt ef ég þekki þig rétt. En fyrst allar skepnur ganga sjálfala nú, hvað gerið þið þá? Ekki neitt? Það get ég varla talið. Nei, nú er þetta ljúanafni. Sumir ganga sér til gamans kringum skepnurnar. Sumir tína aldinn af trjánum. Sumir flétta blómsveiga. Flétta blómsveiga? Er það nú atvinna? Ekki lifin neitt á þeim, helvíti ségoma. Sumir leika sér að smáfugl. Það eru fallegar hugrenningarnar þína núna. Sumir hlust á söngina himnesku hersveita. Ég hefði haldið að vera uppbygging að því Spangóli. Hún eitthvað getið í nafni, ekki lifið á blómsveigum og englasöng. Við nærumst á himneskri fæðu. Herrans eilífu ást og náð, eins og presturinn sagði. Já, hann getur sjálfur getið sína eilífu ást sá eitræði Pamfíll. Ég vil fá eitthvað staðbetra. Þú manst hvað stendur í sálminum? Klára vín, feiti og mergur með, mun þar til rétta veitt. Er það satt nafni? Hér er allt sem hugurinn gerðist. Heyrirðu það, Jón minn? Ég held ég ljúi þessu öllu og trúi ég það nafna skárri en prestunum. Viltu nú ekki spyrja hvernig hugarfarið þarf að vera til að komast inn í alla sæluna? Þykist þú ekki að bjarga mér? Æ, þú gætir sagt mér það, væna mín, hvernig ég á að bera mig til við hlið. Þetta er alveg vandalaust. Þú berð 3 högg, Sankti Pétur kemur út og þið segið honum allt við rétta. Já, ég veit að hann muni vera óskup blátt áfram og alþýðlegur en það þarf víst enginn ætla sér að dylja nokkurs. Nei, það er best að segja satt og frómt frá öllu. Já, er það. Og þarf nú sálin ekki vera fulla viðrun og yfirbót? Jú, því verður ekki neitað. Þú heyrir, Jón? En ef hann skildi nú komast inn, sem er allsendis óvíst, hvað tekur þá við? Þá er hann laugaður í endurnæringalindinni og klæddur í hvítan skrúða. Þetta gerist allt á einni svipstundu. Já, helvíti mig að vera handfluttur. Er það nokkuð nauðsynlegt að ég segi foreldrum mínum frá Jóni? Nei, það gerir svo sem hvorki til né frá. Hér er oss gott að vera og enn get ég farið með mína gömlu bæn fyrir safnaðar börnum mínum. Ó, þú stórmektu ég dýrðarinnar lávarður, þú einn sem ert kórónaður, flekklaus og óstraffanlegur. Veit oss að við í tíma tilreiðum og príðum vora lampa með viðsmjöri og íklæddir brynju trúarinnar og með hjálm vonarinnar og kærleik hans Gladiel megum mæta vorum elskulegum brúðguma og innganga í þitt brúðkaup áður en dyr náðarinnar verða aftur luktar. Og þá þú skilur sauði frá kiðum, lát þú þína blessaða hægri hönd leiða oss, þinn anda regera yfir oss, þína serafa vernda oss, og sikraðu allt vort mótlæti með forsmekk þinna himnesku gæða. Amen. 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 Sem einn sálusorgari leyfi ég mér að spyrja, hefur honum Jóni þínum orðið nokkuð á síðan þarna ári? Já, það er ekki mitt að dæma. Er hann ennþá í kotinu? Já, ef hann er þá ekki á leiðinu upp að þínu gullna hliði. Á leiðinni hingað? Ó já, helst að ég verið ódöðlegur. Kenndu barnabörnum þínum að tyggja skít í afa sinn. Hvað var þetta? Fallega syngja þér englarnir. Það hefur verið misheyrn. Ég heyri það líka. Þú ert alltaf sama bölguð höfðingja, Steikar.
Krosshár í strengjum og holað innan tré, ekki átti fiðlungur meira fé. Í kotinu söng hann og konan sem þar bjó, gaf honum nesti og nýja skó. Þráði í fegurð og söng, yfir honum vaggast eilífðin löng. Krosshár í strengjum og holað innan tré, ekki átti fiðlungur meira fé. Þú manst eftir honum? Ég hef engu gleymt. Ég sagði þér alltaf að þið mynduð hittast aftur. Þó var þetta eins og villtur fjallasvanur. Syngdu meira, vinur minn. Syngdu gamla ljóðið þitt ástina. Ég beið þín lengi, lengi, mín Liljan fríð, stillti mína strengi gegn stormum og hríð. Ég beið þín undir björkunum í bláskógahlíð. Ég leiddi þig í lundin, mín Liljan fríð. Sól skein á sundin sumarlanga tíð og blærinn söng í björkunum í bláskógahlíð. Leggur loga bjarta, mín Liljan fríð, frá hjarta til hjarta himinhvelin víð og blítt undir björkunum í bláskógahlíð. Blessaðir englarnir. Þú heyrir, góði minn. Heldurðu að ég sé orðinn heyrnarlaus? Eru strákarnir með vængi? Já, englavængi. Amen. Í hans blessaða nafni. Amen. Þá stundin upprunnin. Þá erum við tvö ein utan við hið gullna hlið. Loksins. Hefurðu nú gert iðrun og yfirbót eins og hæfir auðmjúkum syndara? Ég breytist alltaf til batnaðar úr þessu. Mundu þá að haga orðum þínum eins og kristinmanniski. Hef ég gert það? Og ef þú verður krafin sagna, þá mundu að segja satt og frómt frá. Sándi Pétur veit allt. Þú heldur það? Reyndu nú að tala í ögn mildari tón, Jón minn. Það hefur betri áhrif á ókunna þessi sífelldi kaldranni. Já. Og ef þér skildi með Guðs hjálp verða leyfð einganga,
Þá munda bera drengjónum okkar hjartans kveðju mína. Æ, svo óska ég þér eilífis. Anna, farðu nú að berja. Ertu þá við því búinn að mæta dómara þínum? Ó já, og þó fyrr höfðu verið. Þá ber ég í Herrans nafn. Það eins og sé ekki neitt að sjá þeim að koma til dyrana. Þessum himnesk rósemi drottnar ekki farið óðslega neinu. Þeim þykir líklega höfðinglegt að láta bíða eftir sér. Verð aftur, kona. Svona vertu nú rólegur, Jón minn, og mundu mig það að segja ekkert nema á þig sér. Guð blessi þig, heilagi himnavörður, þjónn drottins og postuli hins blessaða. Svo þú ert frá Íslandi. Friður sé með þér, kona góð. Ég verð auðmjúklega að biðja þig að forláta að ég, aum og vesul manneskjan, skuli gera þér þetta ónæði. Það hefur aldrei næði samt verið að hafa lykla völdin hérna í himnaríki. En hingað til hef ég þó leitast við að gera skyldu mína. Enda hefur heilug þrenning mér vitanlega ekki óskað þess ennþá að hér yrðu nein mannaskipti. Nú, það er þá heldur ekki víst að þér hlipu niður á annan betra og trúverðugri. Ég hef oft séð myndir af þér í guðsorðabókum og altaristöflum og það verð ég nú að segja að yfirbragðið og viðbragðið er ennþá hátignanlegra á sjálfum þér. Á myndunum var þó alltaf svona geislabaugur höfuðið. En auðvitað gengur ekki með hann ef maður spari. Hann fór þér alltaf svo einstaklega vel, blessuð Guðsmann. Já, sleppum því nú, kona góð. Já, og nú víst ég að snúast en hlusta á mig. En eins og sérð, þá er ég nú hingað komin. Og það er löng leið frá Íslandi til himnaríkis. Já, það má nú segja að það er bæði löng og erfið leið. Og eiginlega veit ég varla sjálf hvort ég hef brotist þetta í vökaða svefni, lifandi eða dauð. En því treysti ég alltaf að þú yrði mér miskunnsamur þegar ég kæmi. Allir treysta Pétri þó að gamall sé. Það sýnist heldur ekki mikil svert svona í svipinn að snúa lykli í skrá. En þegar það er þessi þá er ekki sama hver á honum heldur. Það er eins og sumum finnist ekki annað en smávegis greiðasemi að ýtt sé við hurðinni fyrir þá. En hér er það nú ekki talin eitt smá ræði að veita mönnum eilífa sælu. Eiginlega var það nú ekki sjálfrar mín vegna ég fór að brjótast í þessu. Mér langaði rétt aðeins að færa það í tal við þig. Hvort væri alveg ófáanlegur til að miskunna þig yfir að Jón minn. Ekkert er mér ljúfara en að hýsa þá sem til þess hafa unnið. Og aldrei var það venja mín að vísa mönnum frá að ósekju. Hins vegar verða menn að skilja það að himnaríki er gömul og æruverð stofnun sem ekki vill vamsitt vita. Það ætti að vera nóg að ráðstafa bóndaðinum þegar hann kemur hingað. Já, hann er nú dáinn fyrir nokkru og ekki langt undan. Og hann hefur átt í miklu stríð á jörðinni þessu aumingi og eins og skilur væri mér það mikill léttir að vita hann í viðkunnanlegum stað hjá góðum og sannvönduðum manneskjum. Nú, það er heldur ekki neitt kotvísa að ætla vistan hérna í himnaríki. Nei, þá þekki ég Jón illa ef hann getur ekki létt undir við ýmis störf og unni fyrir mat sínum og leppunum utan á sig. Annars var nú alltaf dálítið þurftafrekur. En það er nú víst ekki hætt á því að daglegt brauð sé skorið við neglur hér í himnaríki. Nei, mér er óhætt að segja hann var bæði verklaginn og sérdeilis natinn við skepnur. Ekki spillir það neinu. En það er oft eins og mönnum síða ekki ljóst fyrir seinan hvað Guði er þóknarlegt.
menn gana áfram allt lífið og treysta á náðina. En hún getur nú stundum brugðist til beggja vona. Við erum vanir að athuga öll plöggin hérna við hliðið. Já, ég veit að himinin lætur ekki að sér hæða. En það ætlast heldur enginn til að Jón minn sé hafður í neinum hávegum. Nei, það ætti margfalt betur við en að vera svona eins konar kúarektor eða beitarhúsamaður. Heldur flétta blómsveig og fást við þess konar smádótt. Við höfum nú aldrei verið í neinum vandræðum með okkar fólk þegar það komið inn fyrir hliðið. Nei, ég efast ekki að Jón kæmi sér vel hjá ráðdeildarfólki. Já, enda þótt hann hefði smá galla, eins og við öll mannanna börn. Já, ekki þarf ég að kvart undan honum, svo mikið víst. Og þetta gat verið öðlingur ef því var að skipta. Og það var einmitt hans rétta og sanna eðli. Nú, ef svo þá ætti ekki vera nein vandræði með hann. En það vill nú stundum skjóta skökku við þegar ég líti í hana þessa. Það ekki allir sem vara sig á því. Nú, það nú ekki beinlínis hægt að segja Jón minn sagti kirkja staðaldri, svo ég greini nú satt og frammt frá. En oft las hann Guðsorð svo lítið bara á. Já, hann var ekki þess stands maður að flíka því við aðra. Það best að ég líti yfir registrið hans. Já, þetta myndi mig. Ekki það gott. Guðrættur var hann nú samt í sínum þekkimátt. Þú vilt Jóni vel og það fallegt að þér. Og það verður munað. En ég verð að geta forsvarað allar mínar gerðir fyrir heilagri þrenningu. Ég las einhver tíma að hér ríkti meiri fögnuður yfir einum ranglátum sem bætti ráð sitt en 99 réttlátt. Alveg rétt. En því aðeins að hann bæti ráð sitt. Það vona ég líka Jón minn hafi gert. Ég mjög Guðs hjálp. Ég hef aldrei verið eins stórsyndari. Það var heldur ekki svo að skilja. Ég ætlaði tiljaði þess að ég væri með sálina Jóns míns. Hans vegna ég hingað kom. Það best að ég tali við piltinn sjálfan. Auðvitað, þótt engu mikið. Ekki best að hann sé í skjóðun á meðan eða á ég að leysa pant? Já, leystu strax. Nakin skal sálin stíga fram fyrir dómara sinn. Sálin þó ekki eintóm gufa sem hverfur út í veður og vind. Í þínum augum mun hún fá útlit Jóns eins og hann var í lifanda lífi. Þú leyfir honum þá að vera í skyrtubleðlinu sínum á nærbuxunum. Þeir eru mjalla hvítu vaðmáli tandurhreinar. Ég svo hrættum að slá að honum ef hann striplast lengi. Nú, ég ætla víst að geta leyst þetta. Mér sárt að skera sundur sokkaband. Rís upp, Jón bóndi, og stattu reikningsskap gerða þinna. Þessu varð ég fegin. Komdu blessaður og sæll, Pétur minn. Sæll veri maðurinn. Þetta það svartasta sem ég nokkuð tíma komist í. Að kúldrast í þessu skjóðuræsni. En það ég alltaf á kettlinguna. Talaðu nú guðsbarna mál, Jón minn. Ég held ég tali bara nákvæmlega eins og mér sýnist, eins og hvernar Íslendingur. Ég veit ekki til þess að þeir hafi hingað til þurft að skammast þín fyrir móðurmálið. Klerkarnir halda bænabókarstagli sem tungumál ykkar hér á efri byggðinni. Af ávöxtunum skuli þér þekkja það. Þú talar sjálfur dágóð íslensku. Hvað heldurðu, maður? Hann sem talar bæði tungum mann og engla en hann veit að blessaður að við erum óbrotið alþýðu fólk og skiljum ekki annað en móðurmáli. Þegið þú, kettling. Auðvitað er íslenska töluð í himnaríki og ekkert annað. Heldur þið tala einhverja latínu hér uppi? Ég tala öll mál kristinna þjóða. Hefurðu talað við Lúther? Hví spyrð þú? Hefurðu talað við Páfa? Ný, þú fer nú varla að eyða orðum á slíka pamfíla. Er nokkur danskari hér í himnaríki? Hví skildi ég ekki hýsa þá? Eru þeir nú líka hér? Allt það eins.
Þið eruð orðkvatir Íslendingarnir. Já, Pétur minn, við verðum að kveða skýrt að, svo heyrist gegnum brimgnýgin og eldgossadrunurnar. Þú veist að Ísland langt út í höfum, magna reygin krafti elds og jökla. Það á hvergi sín líka í víðri veröld. Það mun satt vera, landið fagurt. En einhver sem hingað kom hafði orð á því við mig að þjóðin hefði snemmað glatað frelsi sínu vegna úlfúðar og svika búendana. Nefndu það ekki ógrátandi. Slíkt hefði aldrei hent ef ég hefði verið upp á þeim tímum. Þess hefði mátt vænta að mannfólki hefði breyst til batnaðar þegar kirkjan eldist og þjónum hennar fjölgaði. Nei, það var nú öðru nær. Þá fyrst kom djöfullinn í spilið. Víst flytjaður okkur báðskap hjálpræðisins, blessaði prestarnir. Já, þeir gera slagið því. Ég hefði sagt að það væri sáluhjálp í því að sjá þá geispa fyrir altarinn og slefi í stólnum. Gæta þá, segir Jón. Við höfum oft átt erfitt með þessa litlu þjóð. Enda vænti myrkara höfðingin mikils af henni. En ekki eru öll kurl komin til grafar ennþá. Eru nú ekki margar þessar yfirsjónir fremur barnabrek en beinlínis glæpir. Það er aldrei nema satt. Við förum mörg illa með guðsgáfur. Þið hafi kannski mætt einhverjum kunnugum sem voru á niðurleið. Þú ferð ekki að líka mér við þá helvítisrefla. Veistu annars hver ég er og hverra manna, Pétur minn? Ég fer nærri það, Jón Jónsson. Já, víst heit ég Jón. Sonur Jóns Jónssonar ríka, Sveinssonar sálmaskálds, Grímssonar lögmanns, Klængssonar, Kárassonar, Brandssonar biskups. Ég er komin í þrábyrjan karlleik af Noregskonungum. Ekki skortir ykkur ættardrambið Íslendingana. Þykist þú kunni eitthvað í ættfræði? Svo mikið veit ég að sumir forfeður þínir fóru beint til helvítis. Hver lýgur þessi þig? Hitt er annað mál. Að aldrei var það eðli norrænna sækonunga að murka líftóruna úr hornsílum og lækjalöndum, eins og ættmenn þínir í Galileu. Þegar þú íttir á flot og fyrst ofurlitla tíkargólu, þá baðstu fyrir þér, skjálfandi og skítrættur. Þú skuldir ekki skammast þín fyrir að láta hann eins og þetta út úr þér við heilagan mannin. Fyrst hann er nú fæddur með þessu ótætis blóði og vondu vessum í holdinu, þá ætti honum að fyrirgefast meira. Honum var gefin full skynsemi. Og það er ríkumæli. Honum var gefið vit til að velja og hafna. Já, það hef ég líka gert, ósvikið. Þar sem ég veit erindið þitt, vil ég samkvæmt embættisskyldu minni og til frekari áréttingar registriðínu sem skráð er í protokoll himnaríkis. Leggja fyrir þig, Jón Jónsson, nokkra samviskuspurningar sem þér ber að svara skýrt og ákveðið. Og manns, þú stendur frammi fyrir dómara þínu. Viðurkennir þú að hafa í æsku numið hinn 10 boðorð Guðs og á þann hátt fengið kristilega uppfræðslu? Já, en fyrir hvert boðorð sem ég lærði fékk ég 10 kjaftshögg hjá húsbændum mínum. Það var nú allur kristindómurinn. Játar þú réttmæti hinna 10 boðorða? Nú, hvað heldur þið þarft að spyrja því? Telur þið hafa breytt samkvæmt þeim boðorðum og haga lífernið þínu eins og sæmir Guðsbörnum? Já, það máttu bóka. Minnistu engrar syndar sem þú drýgðir og hefur þörf fyrir að játa? Ó, nei, ég trúi ég mig ekki eftir neitt í svipinn. Nú gerir ég ráð fyrir að mér hafi einhvern tíma hlotið að yfirsjást eitthvað örlítið eins og öðrum. En ég veit að þú ert ekki svo smásálarlegur að taka slíkt með í reikninginn. Nefnirðu það smá yfirsjón að leggja nafn Guðs við hégóma? Hef ég gert það? Auk þess hef ég alltaf haldið skaparan yfir það hafinn að liggja fleiri. Nefnirðu það smá yfirsjón að girnast eigur annarra? Það gera allir á jörðinni hvert einasta mannsbarn. Sjálfur hef ég aldrei átt neitt, ekki grænan túskilding. Nei, það segir þó satt, Jón minn. Þetta var sultarlíf. Hvernig hljóðar 7. boðorðið? 7. boðorðið? Er það nokkuð merkilegri en hinn? Minnistu þess að hafa brotið það heilaga boðorð? Ó, nei. En kjötlærið, Jón. Hvernig var það mitt kjötlæri? Heldur að himnafæðurinn sé einhver grútarsál? Hvernig var með sauðina? Hvaða ból var það sauði? Áttu við þegar ég misgreip mig á markinu á þessum 2 eða 3 sauðareflum. Já, allt er nú tínt til. Viltu á fúsum vilja játa mér helstu syndir þínar? Ég held ég láti það alveg vera að ljúga syndum á sjálfan mig.
Einhverja smá gletturkinnur nú kannski að muna hjá mér. Þegið þú, kerling. Minnistu engrar syndar sem þú drýgðir með konu? Konu? Nú varst að gera gannið þínu, Pétur minn. Áttu við kerlinguna mína. Konu annars manns? Það gat skeð. Allt snuðrið uppi. Hélstu ég væri náttúrulaus. Ég get sagt þér það, Pétur með Jóhannesson, að hver einasti maður á jörðinni á vingóttu fleiri en eina konu. Enda væri það líka meiri bölvaður ræfillinn sem ekki hefði hug til þess. Viljan vantar þá ekki, það máttu bóka. Það segir alveg satt, Jón minn. Það eru víst fæstir sem ekki eiga full erfitt með kroppinn á sig. Mér er spurn. Á að reikna okkur til syndar, þá vessa sem okkur er í blóð bornir til viðhalds öllu lífi á himni og jörð. Það á þó enginn barn með sjálfum sér. Er það ljóður á nokkur manni að lúta lögmáli náttúrunnar? Heldur að það sé að þjóna Guði, Jón Jónsson. Þér ferst sem afneitaðir frelsaraðir þrisvar á meðan hana ræksni gól tvisvar. Miskunn á honum, herra. Gerði eitt blóðraut náðarstrik yfir syndaregistur hans og sökkt honum niður í líknarbrunn hjálpræðisins. Í nafni heilagrar þrenningar loka ég hinu gullna hliði. Jón minn. Mér þótti vera snúður á honum. Þú talaði líka alveg svo bandvitlaus maður. Máttir þú vita ekki tjáir að deila við dómarann. Ég ekki hann eftir að láta hann vaða ofan í mig. Sá ekki betur en að væri maður alveg eins og ég. Hefur þá varpað frá þér allir í von? Ég veit ekki til þess að ég hafi nokkuð til haft nokkra von. Hér megið sjá Hormásinn betur. Hvor meiri er ég eða litla Pétur? Hann hefur oftar hólminn flúið. Heimastýtt sem át. Taflið er búið. Mitt hlið er opið en himinninn læstur. Það er húsbóndinn sjálfur. Og Guð sé oss næstur. Frá mér öll himnesk fordildu víti. Ég fyrirlít allt í himnaríki. Ég brustaðan ungur og bölvað því valdi sem blindaðir kreddum og afturhaldi. Ég hafði ekki skap til að skríða og rotna. Ég var skapaður til að sigra og drottna. Mikael þarf ekki að vísa mér veginn, þó vant ég upp fjallið hinum megin. Ég kasta ekki frá mér kafhýtum þjóni. Ég kom í humalt á eftir Jóni. Því oft er sorinn úr sálunum bræddur á síðustu stund. Ég er hvergi hræddur. Það er vonlaust að kerlingin við þig tjónki. Þú ert veginn og dæmdur og komdu, Jónki! Þótt brugðið sér krossi á brjóstið og maga, þá breytist hvorki þitt líf né saga. Að eilífu berðu mitt brennimerki, betlandi þræll minn í orði og verki. Því það var ég sjálfur er sál þína glafti og sigraði drottinn. Og haltu kjafti. Það hefði létt ykkur lífið báðum að lúta í öllu mínum ráðum. En þó er það gamall og góður siður að gana upp fjallið en hrapa niður. Og hrufliðir sig farið hrúður af meini, þá hreinsa ég sári með brennisteini. Krossmarkið get ég af kollinum sviðið. Komdu nú, Jón, það er lokað hliðið. Ég treysti þér til að tala nú eins og kristin manneski við ykkur skildi koma út. Það er ekki til neins að berja. Það er ykkur líkar við blóðlangi niður í brennisteinin. Það er eitthvað kom. Páll postuli heilsar yður í drottni. Guð veri með þér, þú mikli heiðingja trúboði. Hjálpar hella allra bástatra. Ég vissi að þú mundir ekki bregðast mér. Meðal heiðingja dvaldi ég á jörðinni. Ég fór land úr landi til að frelsa þá sem byggja ódygðunum heima í jörðina sem er hjartað og boðaði trúlausum trú. Marga dró ég upp úr leirveltu og endemum syndarinnar og gerði þá að ypparlegustu skepnum Guðs. En hver voru launin? Vegna hinna syndugu jarðarmaðka var ég að þola forrækt og pínslir og loks var ég hálshöggvinn með henni rómversku öxi. Ef klerkarnir töluðu eins hressileg og þú, þá kafnaði ekki öll trú í kirkjuhorsta. Það þori ég að hengja mig upp á, þú ert bráðmælskur. Trúamennirnir þeim betur sem sannleikann boða en falsbámönnunum. Fjarri fer því. Hvar er nú spekingurinn? Hvar er ritningameistarinn? Hvar er veraldarvitringurinn?
Hefur Guð ekki gert speki mannheims að heimsku? Jú, það víst áreiðanlegt. Allir menn á jörðin eru bölvaðir beinasnar. Já, við erum fávís. En sagðir þú ekki einhvern tímann? En þann sem breskur í trúnni þá annist hann og skelfið ekki samviskurnar. Rétt það. Já, og í bréfið þínu til Rómverja stendur skrifað: verið eigi sérklókir, gjaldið engum illt á móti illu, og þá þér formegi þá hafi frið við alla menn. Líka það er rétt. Hvort hefur Guð þá sitt fólk frá sér rekið? Fjarri fer því. Það nú tvennt til það, vinskapur. Ég hef heyrt samræður ykkar og Péturs postula samherja míns og bróður og veit gjörla erindi ykkar hingað. Því spyr ég þig, Jón Jónsson, veist þú ekki ennþá að hinn allskyggni Guð er hjartnan og nýrnana rannsakari en vér þjónar hans? Hefur þú ekki enn látið sannfærast að þú verðskuldar ekki inngöngu og samvistir með útvöldum? Nei, ó nei, aldeilis ekki. Ég grát við þig, herra. Líknað mínum ekta maka og opnaði fyrir honum með gullna hlið. Hví skyldi ég forbrjóta lögmál himnanna? Hví skyldi ég forakta vilja og verknað mín samherja? Vitið ei að ranglátir munu eigi eignast Guðs ríki? Látið eigi villa yður, hvorki frillulífsmenn, né blótmenn skurgoða, eigi hórdómsmenn, né sælgætingar, eigi heldur þeir sem skömm drýja með karlmönnum, eigi þjófar, né ágindarmenn, eigi ofdrykkjumenn, eigi hneykslarar, né ræningjar, munu Guðs ríki eignast. Það hefur þá líka sannast á þér eða eitt og heldur. Naumast var það. Ég veit ekki betur að þú væri sjálfur skurðgoða dýrkandi orðhákur. Gladdist þú ekki þegar Stefán píslarvotur var grýttur í hel? Ofsóttir þú ekki kristna menn og vildir afmá boðskap Krists á jörðinni? Slíkt er kannski ekki talið til synda. Þú hagar þér eins og skepnan, ekki eins og maður. Þú veist hugsanir mínar, herra. Þetta er síðasta ósk mín. Hér ertu best geymdur ræksnið þitt. Opnaðu undir eins. Þú heyrir mál mitt, Jón Jónsson. Fráleitt þræt ég við þig. En hefði þú granngæfilega umvent þínum lífernismáta í stað þess að forherðast, þénað sannleikanum í stað lyginnar og úthreinsað þitt hjarta, þá stæðu þér opnar hinnar frelsandi náðardyr. Tæli enginn sjálfan sig. Þeim sem forskemma Guðs musteri, þeim mun Guð tortíma. Þess ber mér vitni mín samviska í heilugum anda. Opnaðu skjóðuna, kerlingarfjandi. Þegiðu, skepna þín. Þú hlýttir mér, Jón, en það er betra að blanda blóði við mig en heilaga manda. Karlmennsku áttu og kjaft úr stáli sem kemur sér vel móti sankti Páli. Þótt kenni menn aðri sín blöði í bleki, þá bliknaði öll hjá minni speki. Nú veitist þér hvorki valdin ég friður, vegurinn liggur hraun og skriður, norður og niður, norður og niður. Guð hefur víst yfirgefið þig, Jón minn. Opnaðu þá mér andskotan sama. Nú tegir hann fram klærnar. Til hvers kom ég með þig hingað að bjarga þér frá eilífri fljótun? Þú heldur bjargi, svona opnaðu skjóðuna, segi ég. Ég trúði ekki að María Guðsmóðir miskunni sig ekki yfir þig ef ég næði tala á henni. Þú ert ekki að berja í þriðja sinn. Segðu ekki eitt einasta orð og haltu niður í þér andan. Jón! Jón! Vertu nú bljúgur eins og barn.
Fallega himna drottning, miskunn sendan móðir. Ég heyrði andverk þín. Þú hefur grátið við krossinn, miskunna þú mér. Þeim sem elska heitast verður allt til góðs. Ég vildi fórna sálarheill minni hans vegna. Viltu tala við þinn blessaða son, hinn krossfesta og biðja hann ásjár. Ég skal tala við son minn. Guð blessi ást þín og umhyggju og gefi þér frið. Ég hef aldrei séð guðdómlegri ásjón. Það var eins og angandi vorblær lékju mig alla. Komdu nú, Jón. Það kerlingaseiður að kveina og betla og leggjast niður. Sálfin lítil en samt hún fengur. Nú sjáum við til hvernig ferðin gengur. Komdu! Ég bíð ekki lengur. Hver biður þig að bíða? Þú ert hér ennþá, kona góð? María Guðsmóðir ætlaði að tala máli mínu við sinn elskaða son. Þú mátt treysta mínum dómi. Honum verður ekki breytt. Æ, það mörg búmannsraunin bæði á himn og jörð. En ekki átt þú sök þótt illa fari. Æ, ég má ekki til þess hugsa hvað það hefði verið dásamlegt fyrir hann Jón minn að fá að vera í sælunni hjá englunum. Ekki alveg óumræðileg dýrð innan við hliðið. Ég þarf víst ekki að spyrja því. Og hver sú sál sem einu sinni komin inn fyrir fær að búa þar alla eilífð. Aldir alda. Og verður aldrei í eld kastað. Hvað svo sem hún gerir og hvernig sem hún Nei, aldrei. Það líklega óguðleg framhleypni hjá mér ef ég fer þess á leit við og leyfi mér rétt aðeins að sjá inn fyrir gegnum svo litla smugu. Hví skyldi ég neita þér það? Mér langar þau annars heims ósköp til að sjá inn fyrir. Nei, eru blómin úr gull? Ætla hefði verið munur fyrir hann Jón minn að fá að vera hérna. Og svo auðvitað eins og gefur að skilja, ennþá á mörgum sinnum fallegra, þeim nær sem dregur lampsins stól og þeim alskínandi dýrðarkór. Ætli ég fengi ofbyrt í augun ef þú opnaðir aðeins vitund betur. Ljómi himnanna læknar allar meinsemdir kristinna manna. Minn og Guð minn. Æ, þarna sé ég blessaða litlu drengina mína. Það eru foreldrar mínir og presturinn og bóndinn og vinkona mín og fjallasvanurinn. Og innskattu líka Jón minn og Guð síðu náðugur. Hvert blað í himinsins bók rotið, hvert boðar lygi, allt réttlætis rotið, lögmál himins og helvítis brotið! Veistu hvað þú hefur gert, kona? Vertu sæll, Pétur minn, og ég bið að heilsa honum Jóni mínum. Hér hefur gerst mikill atburður. Sem líklega varðar embætti mitt og stöðu. Fjarri fer því, kærleikurinn langlyndur, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Hans mátturinn og dýrðin. Nú, kerlingar ástin farin. Hérna standið þið þá, guðsmennirnir. Hvers vegna ég allur orðinn hvítur eins og mjöll? Barn ert þú í hjarta og börn erum við öll. Hvers vegna mér fengið þessi fína pálmagrein? Það til að sýna að samviskan hrein. Hvers vegna eru blómin blikandi eins og gull?
Vegna þess að moldin af miskunn semi full. Hver á heim í bænum sem burstum hingað snýr? Það himnaborgin þar sem heilug þrenning býr. Stafar þessum bjarma frá stjörnum eða sól? Það helgi ljóminn frá lambsins dýrðarstól. Hvað það sem rís eins og fanghvít fjalla í? Það skemman sem hún býr í, hún María mey. Af fögnuði skjálfa fagur hvelin víð. Blítt undir björkunum í blá skóa hlíð.